Góðan dag og velkomin til þessa aukafundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem sá 30. í röðinni og við erum stödd hérna í þinghúsinu á Breiðumýri. Einhver sem gerir athugasemd við fundarboð? Svo ekki. Nú mæting, þeir sem eru mættir, það Knútur Emil, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Halldór Bóasson, Eyþór Kári Ingólfsson, Úlla Árdal, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Ragnhildur Sigurðardóttir og Arnór Benónísson, auk sveitarstjóra sem ritar fundargerð. Ég ætla að óska eftir því að fá að gera örlitla breytingu á dagskrá, að dagskrárliður númer 2 færist aftast á dagskrána og verði númer 18 og einhver sem gera athugasemd við það? Svo ekki. Önnur breyting að það verði tekið fyrir með afbrigðum einn dagskrárliður varðandi sumarleyfi sveitarstjórnar. Og þeir sem geta samþykkt það gefi merki og það samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liðurinn á dagskrá í dag samþykktir samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar. Það lagt fram bréf frá innviðaráðuneytinu þar sem ráðuneytið staðfestir breytingu á samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar vegna tilkomu byggðarráðs. Nú orðið laust ef einhver vill tjá sig. Svo ekki, þá lögð til eftirfarandi bókun. Sem í rauninni í samhljóða inngangi málsins að það lagt fram bréf frá innviðaráðuneytinu þar sem ráðuneytið staðfesti breytingu á samþykktum stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar vegna tilkomu byggðarráðs. Og þeir sem staðfesta þá bókun vinsamlega skýða merki. Það staðfest samhljóða. Annar liður á dagskrá ársreikningur Þingeyjarsveitar sem lagður hér fram til annarar umræðu ásamt endurskoðunarskýrslu og vísaði til yfirferðar við fyrri umræðu þann 29. júní síðastliðinn. Engar breytingar hafa verið gerðar á ársreikningun frá fyrri umræðu og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Átviti fundarfólk, svo sem litlu veit að bæta, ársreikningunni sýnir berlega að ástandið ekki alls hendis liðholt okkur í hvað varðar fjármagnsliði og berum vott svona rólegheit í framkvæmdum. En við erum bara ánægð með að fá þetta í gegn og fá góðan grunn fyrir fjárhagsáætlun gerð. Takk fyrir. Takk fyrir það, Knútur. Arnór hefur kveðið sér hljóðs, gjörðu svo vel. Já, oddviti, mér finnst þessi ársreikningur, ég eiginlega öfugt við Knút, ég eiginlega ánægður með hann. Það sem mér finnst athyglisvert við þennan ársreikning það að hann sýnir að áætlanagerðin fyrir árið sem hann nær yfir hefur verið býsna góð. Það sem út af stendur verulegir bakreikningar sem við fengum vegna félagsþjónustu samningsins við Norðurþing og bendir okkur bara einfaldlega á það að við þurfum að taka þau samskipti og það samstarf upp á ný til þess að reyna að koma í veg fyrir svona bakreikninga því þetta eru verulegir fjármunir. Eins og kom fram hjá Knúti eru fjármagnsliðirnir erfiðari en gert var ráð fyrir og það eðlilegt í því efnahagsástandi sem nú En meðað við efnahagsástandið og meðað við allt sem á hefur gengið, þá ég býsna sáttur við hvernig þessi ársreikningur kemur út og sýnir það að áætlanagerðin hefur verið góð. Og okkur ber núna við fjárhagsáætlanagerð næsta árs sem við erum að byrja í að loknu sumarleyfi
að vanda til verka við hana. Því auðvitað er það flóknara þegar búið að sameina og sveitarfélagið hefur stækkað og svo framvegis, margir þættir sem ekki komnir í fullkomna samræmingu, þannig að gefum okkur tíma, vöndum okkur og siglum áfram. Og þá getum við gert allt sem okkur dettur í hug. Takk fyrir, það eru fleiri. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk, gerir stóra athugasemdir við það að Arnór leggi hér mér orðið í munnum að ég sé óánægður með ársreikninginn. Svo er ekki. Nú er eingöngu að benda á að við værum í vondu tímabili gagnvart fjárhagsliðum og gott að fá þannig fót. Og ég er ánægður með ársreikninginn. Gott að fá þetta loksins. Takk fyrir þetta. Nú það er Arnór aftur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, mér er bæði ljúft og skylt að biðja Knút afsökunar. Það var ekki meining mín að fara að ljúga upp á hann hér úr ræðustól. Svo Knútur, við eigum það þá sameiginlegt að við erum báðir ánægðir með ársreikninginn. Það er nú gott að hafa herramennina ánægða. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk, ég er líka ánægður með ársreikninginn að mörgu leyti, en ég er svo sem engin sérfræðingur í ársreikningum eða fjármálum, en mér sýnist að við megum, eins og Arnór segir, vanda okkur við næstu fjárhagsáætlunargerð og við þurfum að hafa það að leiðarljósi að fara vel með almanna fjármuni og þá til þess að við getum gert hvað sem við viljum, eins og Arnór sagði. Takk fyrir það, Eyþór. Og með leyfi var oddvita, þá er ég líka nokkuð ánægð með ársreikninginn. Ég er fyrst og fremst ánægð með að hvað svona þetta hefur nú þó gengið ágætlega að koma honum saman. Það sýnir það, við erum með bara afskaplega öflugt fólk sem hefur lagt mikið á sig til þess að ná þessu öllu heima saman, því þetta er eins og margoft hefur komið fram hjá okkur, síður en svo einfalt verk að sameina rekstur tveggja sveitarfélaga sem í mörgu tilliti eru lík en líka ólík að mörgu leyti. Og ég vil bara undirstrika kannski það sem kom fram í umræðum okkar við fyrri umræðu, að það eru margar vísbendingar getu okkar inn í framtíðina vegna ástandsins svona í efnahagsmálum, þá tel ég við þurfum að vera varkár, númer 1, 2 og 3, við þurfum að virkilega gæta að okkur. Skuldaviðmiðin eru svona að mínu mati í hærra lagi, þó við séum ekki einhvers staðar upp í rjáfri hvað það varðar. En við þurfum að forgangsraða í fjármálum og til þess að tryggja áfram getu sveitarfélagsins til þess að sinna sem allra best sínum lögbundnu hlutverkum. Og vil bara endurtaka þakkir mínar til starfsfólks sveitarfélagsins frá fyrri umræðu. Það eiga ómældar þakkir skilið fyrir sitt framlag bara á þessum erfiðu tímum sem hafa verið undanfarið. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá er eftirfarandi bókunlega fram. Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2022 er samþykktur samhljóða og undirritaður. Ábyrgðarskuldbindingar yfirlit staðfest og undirritað og ársreikningur verður birtur á heimasíðu sveitarfélagsins að fundi loknum. Og þeir sem geta samþykkt þetta eru beðnir að gefa mig merki. Og það er samþykkt samhljóða. Takk. Þriðji dagskrárliður í dag er
Já, sviðsstjóri umhverfis og framkvæmda sviðs, ráðning. Auglýst var eftir sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs Þingeyjarsveitar í loka apríl síðastliðinn með umsóknarfresti til 7. júní síðastliðinn. 4 umsóknir bárust starfið, lagt var mat á framlögð umsóknargögn umsækjenda í samræmi við þær menntunar og hæfniskröfur sem settar voru fram í auglýsingu. Við matið var stuðst við fyrirfram skilgreind viðmið og vægi. Og ég gef orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Knútur, gjörðu svo vel. Sveitarstjórn Oddviti, sveitarstjórn Hólk. Þetta er bara ánægilegt. Ég tel að hann hafi einhver tekist vel til sveitarstjóra og Oddviti hafi ráðningaferlið og þarna við bara býð þennan aðila velkominn til starfa. Við erum mjög víðfemm og hans býður mikið og verkefni við að safna saman öllum þeim gögnum og því sem til og akkurat þeimitt að aðstofa okkur við fjárhagsáætlanagerðina sem er framöndan. En það er bara tilhlökkunarefni að fá þennan aðila. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er lögð til eftirfarandi bókun. Í framhaldi þess að sveitarstjórn hefur kynnt sér öll gögn málsins sem eru hér fyrirliggjandi er lögð fram eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að ráða Ingimar Ingimarsson í starf sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs Þingeyjarsveitar. Ingimar er skrúðgarðyrkjufræðingur frá Landbúnaðarháskóla Íslands og með BA-próf í opinberri stjórnsýslu frá Háskólanum á Bifröst. Ingimar þekkir vel til verkefna sveitarfélaga, meðal annars í gegnum störf sín sem sveitarstjórnarmaður bæði fyrir Reykhólahrepp og Hafnarfjarðarbæ, kennari, garðyrkjuverktaki og í núverandi starfi sínu sem umhverfis- og garðyrkjustjóri Seltjarnarnesbæjar. Ingimar hefur einnig setið í fjölda nefnda gegnum störf sín sem sveitarstjórnarmaður. Sveitarstjórn býður Ingimar velkomin til starfa fyrir Þingeyjarsveit og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefi mér vinsalegt merki og það er samþykkt samhljóða. Og 4. liður á dagskrá í dag er erindi frá Norðurorku til eigenda Norðurorku HF vegna fjármögnunar. Það er lagt fram erindi frá Norðurorku HF þar sem óskað er eftir því að Þingeyjarsveit ásamt öðrum sveitarfélögum sem eiga hlut í Norðurorku veiti einfalda ábyrgð samanber 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 gagnvart lántöku félagsins að fjárhæð 800 milljónir króna hjá lánasjóði sveitarfélaga. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þá er lögð fram eftirfarandi bókun. Ákvörðun að veita einfalda ábyrgð, veðsetningu í tekjum til tryggingar ábyrgð og veiting umboða til undirrita lánasamning og taka að sér þær skuldbindingar sem greinir í lánasamningi vegna láns Norðurorku HF frá lánasjóði sveitarfélaga fyrirgefiði. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds. Samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 2. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingu láns Norðurorku HF hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóli alltaf krónur 800 milljónir í samræmi við lánsumsókn í vinnslu hjá lánasjóði sveitarfélaga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir.
Þá hefur sveitarstjórnin kynnt sér gildandi græna umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga og samþykkir að ráðstöfun lánsins falli af henni. Er lánið tekið til fjármögnunar á hitaveituframkvæmdum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Norðurorku HF til að breyta ekki ákvæði samþykkta Norðurorku HF sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagi megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Þingeyjarsveit selji eignarhlut í Norðurorku HF til annarra opinberra aðila, skuldbindur Þingeyjarsveit sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur, kennitala 031066 5499, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Þingeyjarsveitar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreind, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki þar og það er samþykkt samhljóða. Fimmti liður á dagskrá í dag er Kópaskerslína landbótasamningur vegna jarðstrengs. Lagður er fram samningur milli Landsnets HF og Þingeyjarsveitar uppgjörð fébóta á grundvelli 21. greinar raforkulaga nr. 65/2003 vegna kvaðar sem Landsnet leggur á land undir helgunarsvæði Kópaskerslínu 132 kW háspennu jarðstrengs. Þingeyjarsveit er þinglýstur 100% eigandi jarðarinnar Þeistareykja en Landsnet HF á nú í viðræðum við landeigendur vegna jarðstrengs Kópaskerslínu og helgunarsvæði hans. Heildarupphæð fébóta fyrir landnotin eru krónur 3.177.686. Nú orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Knútur, gjörðu svo vel. Við til sveitarstjórnarnefndar fólk, svona kannski til skýringar hvað máli snýst, þá er þetta helgunarsvæði jarðstrengsins sem er 11 metra breitt svæði og að gegnu þessu samkomulagi þá verður þinglýst krafa að það sem röskun verður óheimil. Þannig að landið mun verða notað, hvað maður segja, það er óheimilt að raska við landinu hvort sem er með byggingum eða því slíku öðrum girðingum. Þannig að þetta snýst það að þeir fá afnotað þessu landi 11 metra breiðu eins löngu og strengurinn er. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Það var lögð fram eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samning við Landsnet fébætur fyrir kvöð helgunarsvæði Kópaskerslínu 132 kW háspennu jarðstrengs og felur sveitarstjóra að undirrita samningin fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið mér merki og það er samþykkt samhljóða. Takk. 7. liður á dagskrá í dag er umsögn sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðrar sölu á jörðinni Laugaseli. Tekin fyrir beiðni frá matvælaráðuneytinu dagsett 19. júní síðastliðinn. Umsögn vegna fyrirhugaðrar ráðstöfunar fasteignarinnar Laugasels F216 3950
Samkvæmt 1. málslið 8. málsgreinar 10. greinar A jarðalaga númer 81/2004. Afgreiðslu málsins var frestað á 28. fundi sveitarstjórnar þann 28. júní síðastliðinn. Og orðið er laust. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, þarna liggur fyrir umsagnarbeiðni til sveitarfélagsins frá matvælaráðuneyti samkvæmt samkvæmt jarðalögum 10. grein þeirra sem að kveður á að leita þurfi undanþágu ráðuneytis til þess að kaupa jarðir og hugsa til þess að sporna við eignasöfnun. Það sem snýr að sveitarfélaginu að kanna hvernig þetta snýr að skipulagsáætlunum þess. Nú í gildi en þá gamla skipulagsáætlun eða aðalskipulag Þingeyjarsveitar heitinnar og það sem að kannski háir henni að þegar það skipulag var gert var ekki raunveruleg skylda til þess að skilgreina eða skipuleggja dreifbýli. Það verkefni liggur núna fyrir okkur í okkar aðalskipulagsvinnu að fara betur yfir og flokka landbúnaðarland og nota á því. Og meðan á þeirri vinnu stendur finnst mér erfitt að taka afstöðu til svona beiðna vegna þess að það liggur ekki fyrir skipulag á svæðinu. Landbúnaðarland eins og það liggur fyrir í núverandi skipulagi mjög opinn flokkur, raunar allt sem ekki bara skipulag byggð í þéttbýli og eða iðnaður og þjónustusvæði. Þannig að ég myndi þá leggja til að við vísum þessari umsögn til endurskoðunar aðalskipulags þar sem að svo vinna ennþá eftir að klára og yfirfara landnotkun í sveitarfélaginu. Fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk okkur uppálagt að taka þetta fyrir út frá skipulagsmálum og það auðvitað þannig að skipulagsmál og svona virðing fyrir eignarrétti kannski fer ekki alltaf saman en varðandi eignasöfnun og svona almennt og þessar hugsanir sem henni tengjast og ástæða kannski fyrir þessu ákvæði í lögunum akkurat þetta að hún getur truflað þessa varnarbaráttu sem að samfélag okkar er í og við þurfum að reyna að tryggja að það sé ljós í hverju húsi og vera til að viðhalda samfélagi. Þetta á kannski ekki sama óbyggt land sem að við sjáum ekki fram á kannski akkurat núna að það fari í byggð með einhverjum hætti. En þannig eins og Jóna bendi líka á að við eigum eftir að fara í þessar nánari flokkun á landbúnaðarlandi samhliða aðalskipulagsgerðinni. En þetta svona alltaf, maður svona tvístingandi í þessu akkurat, auðvitað vil maður að fólk geti gert það sem því sýnist og með landið sitt, en við þurfum líka að standa vörð samfélagið og hvernig getur þróast. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég hef svolítið aðra sýn á þetta mál heldur en margir hérna inni, en fyrir mér er þetta bara einfalt að þarna einkaaðili að selja öðrum einkaaðila einhverja eign og mér finnst ekki að við höfum nógu stór rök til að veita neikvæða umsögn um þetta, en auðvitað liggur hérna fyrir tillaga að fresta þessu til endurskoðunar aðalskipulags og ég get alveg tekið undir það, en mér finnst að þetta sé bara Mér finnst að við eigum ekki að veita neikvæða umsögn um þetta og ef að matvælaráðuneytið vill hafa þá stefnu að leyfa þetta ekki, að þá verður það bara að stöðva þetta sjálft. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki, og í framhaldi af umræðum
þá er lögð fram eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn vinnur nú að endurskoðun aðalskipulags þar sem notkun landbúnaðarlands verður endurskilgreind í samræmi við auknar kröfur við skipulagsgerð. Meðan á þeirri vinnu stendur frestar sveitarstjórn afgreiðslu málsins. Sveitarstjóra er falið að svara matvælaráðuneytinu. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun, gefið merki, hún er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá í dag, það eru verklagsreglur leikskóla Þingeyjarsveitar sem lögð eru fram drög að verklagsreglum leikskóla Þingeyjarsveitar. Málið var áður tekið fyrir þann 22. júní síðastliðinn en þá var afgreiðslu frestað. Og orðið er laust, ef einhver vil taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Vissulega hefur þetta aðeins mál tekið tíma en ég tel að við höfum kannski með því að gefa okkur smá stund og beina í þessa umræðu og farvegi meðal forstöðumanna sem það fór. Þá séum kannski komið með einhver reglur sem að hafa góð sátt næstum. Takk fyrir. Fleiri, Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég get tekið undir með Knúti að þetta er svona klassískt mál þar sem að ítarlegu umfjöllun nefnda starfsmanna og annara sem að þessu máli koma hefur skilað árangri, hefur skilað verklagsreglum sem að umtalsvert sátt getur ríkt Þessi mál eru miklu flóknari en fyrst skildi ætlað að gera og ég vil bara þakka þeim sem að komu þessari vinnu, starfsmönnum sveitarfélagsins fyrst og fremst og nefndinni fyrir góða vinnu. Takk. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir framlögð drög með áætlunum breytingum og felur verkefnastjóra fjölskyldumála að kynna verklagsreglurnar fyrir skólastjórnendum og birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem að geta samþykkt, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 8. dagskráliður í dag. Þar er lögð fram til kynningar og umsagnar skýrsla frá SSNE endurheimt votlendis á Norðurlandi eystra og orðið er laust. Jóna Björg. Já, oddviti, það er að ræða bara býsna fínt skjal. Það sem er búið að gera yfirlit yfir votlendi eða svona hugsanlegt votlendi á starfsvæði SSNE. Í skýrslunni er svolítið settur fókus á það hvort að það sé einhver tækifæri á landi sem er í eigu sveitarfélaganna til endurheimtar votlendis. Kemur reyndar í ljósa að það er nú engu að skipta í Þingeyjarsveit, enda ekki landeigna mikið sveitarfélag svona í stóra samhenginu. Ég myndi leggja til að þessari skýrslu verði vísað til umfjöllunar í umhverfisnefnd og umhverfisnefnd getur þá kannski kallað eftir bara samtalið eða fundi með landgræðslunni sem að fer með endurheimt votlendis og eða endurheimt vistkerfa og geti kannað hvaða kostir séu stöðinu og eins það sem kemur mjög skýrt fram í þessari skýrslu að þetta er fyrsta yfirlit, þetta er fyrsta nálgun sem er unnin út frá bara loftmyndum og þekjukortum og það vantar inn í þessa mynd staðkunnuga þekkingu og ég held að sé mikilvægt að reyna að nálgast þetta bara svona með opnum hugum og sjá hvað er í boði. Ég held að vel líka allt í lagi að muna að Þingeyjarsýslan er nú kannski ekki alveg mýrlendasta sýslan á landinu, það eru nú alveg fleiri þannig að ég veit ekki hversu margir kílómetrar þetta eru en ég held að séu enga síðu tækifæri í endurheimt vistkerfa hérna á þessu svæði. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki.
þá er lögð fram tillaga að sveitarstjórn vísi skýrslunni til umhverfisnefndar til umsagnar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá í dag, það er brúin yfir Skjálfandafljót á vegi 85. Á 21. fundi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar var lögð fram bókun vegna ástands á brúnni yfir Skjálfandafljót. Sveitarstjórn hafði óskað eftir undanþágu fyrir skólaakstur við brúna, bæði við Vegagerðina og ráðuneytið og sveitarstjórn hefur nú borist svar frá ráðuneytinu og er það lagt hér fram til kynningar. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Já, sveitarstjóri hefur átt fund með Vegagerðinni í framhaldinu og ég ætla að biðja sveitarstjóra aðeins að gera grein fyrir sínum samtölum við Vegagerðinni. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar, já, það er rétt að í kjölfar svarsráðuneytisins sem var neikvætt undanþágu í akstur skólabifreiðar yfir brúna, þá átti ég fund með Vegagerðinni og þeir eru að reyna að bæta öryggi brúarinnar með því að styrkja handriðin og munu svo í framhaldinu endurmeta ástandið, hvort það sé möguleiki að veita okkur undanþágu fyrir skólabílinn. En núna er skólabíllinn með einum fleiri farþega heldur en leyfðir eru yfir brúna, en það er 8 einstaklingar sem eiga að fara yfir í bíl yfir brúna, en skólabíllinn er með 9 og ef að við fáum ekki þessu undanþágu sem ætti að koma í ljós núna seinnipartinn í júlí, þá þurfum við að endurskoða skólaakstur á þessari leið og jafnvel skipta leiðinu upp í 2 bíla sem að yrði okkur óhagstætt og talsverður kostnaður auki sem ég hef þegar viðrað við ráðherra. En ég held að sé rétt að við bíðum eftir svari Vegagerðarinnar eftir þessar aðgerðir sem þeir eru í akkurat núna og sjá hvort að það verði möguleiki að veita okkur undanþágu með skólaaksturinn yfir brúna í kjölfarið. Takk fyrir það, Ragnheiður. Arnór hefur kveðið sér orðs, gjörðu svo vel. Oddviti, þetta er auðvitað sagan endalausa og ótrúlega grátlegt nú 2023 að vera að taka þátt í umræðu svona mál. Því þetta er auðvitað bara endalaust. Hvernig á að leysa snjóbangstur yfir brúna? Á að moka snjó að brúnni öðrum megin og keyra svo hringinn og taka hinum megin. Þetta hefur verið mokað í hring, ég hef ekkert séð neitt það og ég trúi ekki öðru en að það finnist fjármagn til þess að tryggja öryggi við brúna þannig að skólaakstur geti haldið áfram með eðlilegum hætti yfir hana og snjómokstur farið fram með eðlilegum hætti. Annars erum við að fara áratugi aftur í tíman í samgöngumálum hér í sveitarfélaginu og það er bara háalvarlegt mál. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þetta var lagt fram til kynningar, þetta erindi. 10. liður á dagskrá í dag, það er hluthafasamkomulag vegna mýsköpunar. Lagt fram til samþykktar hluthafasamkomulag vegna mýsköpunar EHF, en samkomulagið er gert í framhaldi af aðkomu nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins að félaginu. Og orðið er laust. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Ég ætla að bera upp mögulegt vanhæfi þar sem ég er hluthafi í nýsköpun. Ragnhildur hefur vakið athygli á mögulegu vanhæfi sínu
og Halldór Þorlákur gerir það líka af sömu ástæðum og þá skulum við kjósa vanhæfi þeirra og þeir sem að samþykja eða eru á því að þau séu vanhæf, gefið merki. Og nú eru þau hluthafar í félaginu og við erum að tala hluthafasamkomulag. Viltu aðeins fletta? Við fá smá hlé. Já, við erum komin hér aftur eftir örstutt hlé. Svona kom upp hérna smá svona svipur á fundarmönnum en það er þannig að Þingeyjarsveit er hluthafi í Mýsköpun og það eru hér 2 sveitarstjórnarfulltrúar sem eru hluthafar og hafa vakið athygli á mögulegu vanhæfi. Þannig að þeir sem að telja að vanhæfi þeirra sé að ræða gefið vinsamlegast merki. Og það eru allir á því að þau séu vanhæf til þess að fjalla hluthafasamkomulag Mýsköpunar. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég legg til að við endurtökum þessa atkvæðagreiðslu að þar sem að það voru ekki allir sem að greiddu atkvæði en þau eru ekki vanhæf til að kjósa eigið hæfi. Þannig að Halldór og Ragnhildur eiga í rauninni að greiða líka atkvæði tillögu hæfi þeirra. Já, ég er að segja að þú sagðir að það hefði allir. Já, sem sagt sveitarstjórnarfulltrúar greiddu atkvæði allir nema þau 2 sem að vöktu athygli á mögulegu vanhæfi. Þannig ég geri ráð fyrir að þau hafi setið hjá sem að er rétt. Þannig að það eru aðrir en þau 2 sem að telja þau meta þau vanhæf til að fjalla málið. Já.
Og þau hafa vikið að fundi og klukkan er 13:44. Og eins og framkom hér áðan að þá hluthafasamkomulagið gert í framhaldi af aðkomu Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Hluthafasamkomulagið hér fyrirliggjandi og lagt til að sveitarstjórn samþykki hluthafasamkomulag hluthafa Nýsköpunar EHF og feli sveitarstjóra að undirrita samkomulagi fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skeiðumerki, og það samþykkt samhljóða. Jú, afsakið. Knútur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Oddviti, setjastundar fólk. Mér leiðist vanhæfi. En hins vegar ég mjög hlynntur þessu og ég tala fyrir þessu áður að Mývatnsstofa sé spennandi verkfæri. Nýsköpun fyrirgefðu. Nýsköpun sé spennandi fyrirbæri og geti orðað einhverju frábæru í okkar samfélagi. Og þó ég erfitt að sjá fyrir mér að borða þara eða gróður af einhverju tagi sem ræktaður í kerjum, þá eflaust til fólk sem gerir það. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki, þá skulum við endurtaka atkvæðagreiðslu tillöguna. Já. Og hluthafasamkomulagið samþykkt samhljóða. Nú Ragnhildur og Halldór hafa mætt aftur og klukkan er 13:46. Næsti liður á dagskrá er 11. dagskrárliður. Þar er lagt fram til kynningar greinagerð frá stöðu á skjalastjórnun Þingeyjarsveitar sem unnin er af Ölvu Kristjánsdóttur hjá Skipulagi og skjöl. Og einhver sem vil taka til máls undir þessu lið? Jóna Björg, gjör svo vel. Já, takk á því. Ég ætla bara að nýta tækifærið og eftir bara lestur þessa greinagóða skjals að bara maður sér í þessari vinnu hvað skjalamál sveitarfélagsins og stofnana þess eru umfangsmikið verkefni og mörg verkefni framundan og ég ætla bara að þakka þessum ráðgjafa fyrir það vinnu sem er búin og vonast til þess að þetta eigi eftir að koma skjalamáli sveitarfélagsins í gott horf þegar framlíða stundir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Með leyfi varaoddvita þá tek ég undir einmitt það sem með Jónu Björgu og vil þakka Ölvu fyrir mjög greinagóða lýsingu á stöðunni og því sem þarf til þess að koma okkur á betri stað en við erum. Þetta er líka bara mjög hollt að renna yfir slíka greinagerð frá fagaðila og upp á það að bara átta sig á því hversu miklar kröfur eru gerðar á okkur eða á sveitarfélög til þess að stýra sínum skjalamálum samkvæmt reglum. Þannig að, já, þetta var svo lagt fram hér til kynningar. Næsti liður á dagskrá, það er 12. dagskrárliður í dag, það er samgönguáætlun 2023 til 38. Drög að samgönguáætlun fyrir 2024 til 2038 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024 til 2028 er nú til kynningar og umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda
og hægt að senda inn umsögn áætlunina til 31. júlí næstkomandi. Nú orðið laust fyrir þá sem vilja taka til máls undir þessum lið. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Þetta auðvitað ofboðslega mikilvægt skjal og þegar snýrað samgöngum á Íslandi og ég held að það sé mjög mikilvægt að við vöndum okkur og skrifum vandaða umsögn. Það auðvitað margt sem að vekur athygli í svona stóru skjali. Þetta telur reyndar 102 blaðsíður þannig að þetta nú ekki alveg farið í gegnum þetta á einu kvöldi. Það eru athyglisverðir punktar og það er til dæmis talað að mikilvægi þess að vinna markvista lagningu bundins slitlags og tengivegi sem styðji við atvinnu og byggðaþróun og auðveldi skólaakstur og svæðin sem nú búa við malarvegi og í forgangsröðun uppbyggingar þessara tengivega sé litið til meðal annars umferðarþunga, vinnusóknar, ferðaþjónustu og óska sveitarfélaga. Þannig ég held að það sé ráðað við setjumst niður eða félögum sveitarstjóra að fara grundigt yfir samgönguáætlunina og bera fram óskir og vilja sveitarfélagsins og eða sveitarstjórnar. Nú við að líta yfir aðgerðaáætlun í samgönguáætlun þá þetta ýmislegt sem vekur athygli. Þar til dæmis frestun framkvæmda á hringveginum. Veldur manni talsverðum vonbrigðum að fresta framkvæmd við hringveg og tvöföldum brúarinnar við Fossól yfir Skjálfandafljót. Ég stóð þeirri trú að þessi brú væri nú bara við það að fara í framkvæmdir og Jökulsá á Fjöllum, tvöföldum brúarinnar þar yfir átti raunar að vera búin en breyttist, það þurfti að breyta hönnunarforsendum vegna holuhrauns en holuhraun sem var nú 2014 minnum mig, það ekki. Þannig að ég finnst þetta orðin alveg ótrúlega frestun og furðulegt að hugsa til þess að þegar að vera að blása til átaka stjórnvalda að fækka einbreiðum brúm og þá sitji þessar 2 brýr alltaf eftir. Mér finnst þetta furðulegt. Þannig að ég legg til að við bara leitum liðsinnis þeirra sem að við geta lítið til ef við benda þingmönnum á að það eru athugasemdir frá okkur og fleirum við samgönguáætlun og við vinnum þetta mál þétt saman. Takk fyrir það Jóna. Arnór hefur kveðið sér hljóðs. Ég tek undir með Jónu. Mér finnst ekkert gaman að standa hér eftir áralangt starf í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar og enn sé þessi staða uppi í vegamálum okkar og ég tel tímabært að ríkisvaldið hætti að refsa Þingeyingum fyrir Vaðlaheiðargöng og komi til samtals við okkur á nótum heilbrigðrar skynsemi því það sér hver maður að eins og samgönguáætlunin lítur út þá þetta algjörlega glórulaust. Ætla menn að hafa brúna við Ófeigsstaði í þessu ástandi næstu 10 árin. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það með aukin umferðarþunga við Fossól? Hvað þýðir það? Og ég minni á brúna yfir Jökulsá á Fjöllum. Það eitthvað mjög einkennilegt með framkvæmdir í samgöngumálum á norðausturhorni landsins og þess vegna vísaði ég í hinn ágætu göng sem ég nefndi áðan. Þetta einkennilegt, þetta óeðlilegt og þetta úr takti við það sem gerist almennt landið og samhliða þessu erum við að vinna að því að opna nýja gáttin í landið í gegnum Akureyrarflugvöll og hið opinbera að leggja fullt af fjármagni í þá framkvæmd. Og menn verða einfallega að setjast niður og virkja heilbrigðu skynsemina sína. Við þurfum að tala við þingmenn, við þurfum að tala við SSNE og við þurfum að tala við ráðherra. Við þurfum að tala við samgöngunefnd Alþingis. Þetta algjörlega óeðlilegt ástand og ég ætla ekki að lýsa því hversu vonbrigði mín eru mikil. Vegna þess að það ekki þannig að við höfum ekki rætt öll þessi mál endalaust við alla þessa aðila undanfarið. Þess vegna eins og Jónas sagði, við verðum að virkja fleiri með okkur í lið og við verðum í alvöru að segja, nú nóg komið. Við getum ekki haldið áfram svona.
og ég veit ekki betur en lánshæfi ríkissjóðs sé bara takk fyrir ágætt. Þannig ég kaupi það ekki að það sé ekki fjármagn í þetta mál. Það eru forgangsröðun fjármagnsins sem að þetta snýst og hún óeðlileg þegar kemur að þessum landshluta. Takk. Með leyfi vara oddvita, ég vil taka bara undir orð þeirra beggja, Jónu og Arnórs, og eiginlega bara lýsa líka bara sárum vonbrigðum yfir þessari samgönguáætlun hér á okkar svæði. Og eiginlega þetta þannig að maður orðlaus yfir því hvað á að bjóða okkur upp á. Það eru frestanir eftir frestanir eftir frestanir. Við erum með þessar 2 mikilvægu brýr yfir Skjálfandafljót. Önnur þeirra að hruni komin eða engan veginn örugg og hefur verið lokað fyrir alla þungaumferð, sem þýðir að þungaumferðin færist yfir á brúna við Fossól, nota bene, það við Goðafoss, sem sá fjölmennasti ferðamannastaður hér á þessu svæði. Í dag eru 3 skemmtiferðaskip í höfninu á Akureyri með tilheyrandi fjölda af rútum sem allar keyra hingað austur, stoppa við Goðafoss og við þetta bæti síðan þungaflutningarnir allir og stærri bifreiðar sem eru vanar að aka nyrðri Skjálfandafljótsbrúna á leið sinni til Húsavíkur og á Norðausturlandið í Norðursýsluna. Þetta algjörlega óboðlegt að öllu leyti og ég vil taka undir orð Arnórs með það að við verðum að gera enn eina tilraunina og setjast niður með þeim sem að fara með fjármunina og reyna, ég veit að það hefur verið reynt og það hafi verið gefin jafnvel fögur fyrirheit, en því miður að þá eins og það sé alltaf hægt að færa hlutina aftar og aftar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég tek undir þín orðum þessa samgönguáætlun og það alveg óþolandi að sitja undir þessum móðgunum af hálfu innviðaráðherra og bara til að tala eins Bárðardalsveg að þá finnst mér það vera mjög vont ef að vegagerðin fer fram á það að til að og núna veit ég ekki alveg hvernig þetta en mér skilst að það eigi þarna að færa afleggjaran inn í Bárðardal einhverja metra til þess að sé ekki krossgatnamót og svo að gera brúna yfir Öxar og Tvíbreiða og í það fari mikill peningur af þessum 500 milljónum sem að koma á næstu 3 árum og mér finnst þetta vera verulega skrítið að þetta sé forgangsatriði í staðinn fyrir að gera lengri kafla af veginum almennilegan sem að myndi gagnast miklu betur fyrir utan svo þessar brýr sem að ég tek algjörlega undir fyrir ræðumönnum með og ég veit ekki alveg hvað við eigum að gera við innviðaráðherra en eitthvað þurfum við að gera til að reyna að fá þetta lagað. Takk, Eyþór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá vil ég leggja til eftirfarandi bókun. Í upphafi árs 2020 kynnti ríkisstjórnin átak í fækkun einbreiðra brúa og var áformað að verja aukalega 3,3 milljörðum til að breikka einbreiðar brýr á 2 árum. Átti þetta átak að bætast við fjárveitingar á samgönguáætlun. Á lista yfir einbreiðar brýr sem átti að breikka á þessum tíma var brúin yfir Skjálfandafljót á Hringvegi hjá Fossóli við Goðafoss. Ekkert farið að bóla á þessum framkvæmdum og í þeim drögum sem liggja fram í samráðsgátt stjórnvalda
er áðurnefnd brú núna á öðru tímabili áætlunarinnar eða á árunum 2029 til 2033. Sama má segja brú á Jökulsárfjöllum í núgildandi samgönguáætlun er hún á öðru tímabili eða árunum 2025 til 2029 en í áðurnefndum drögum er hún á þriðja tímabili eða árunum 2029 til 2038. Stjórnvöld hafa lagt áherslu á fækkun einbreiðra brúa á hringvegi 1 og það vekur því undrun að þessar 2 brýr sem í mjög slæmu ástandi séu færðar aftar í drögum að samgönguáætlun. Brú á norðausturvegi nr. 85 yfir Skjálfandafljót er á núgildandi áætlun á öðru tímabili eða á árunum 2025 til 2029. Í drögum að samgönguáætlun er hún á árunum 2026 til 2028. Bárðardalsvegur vestri frá hringvegi að Öxará er á fyrsta tímabili á árunum 2024 til 2026. Öxará að Sprengisandi er á þriðja og fjórða tímabili frá 2029 til 2038. Sveitarstjórn telur seinkun á mikilvægum framkvæmdum í sveitarfélaginu óásættanlega og felur sveitarstjóra að gera drög að umsögn samgönguáætlun og leggja fyrir sveitarstjórn. Einnig felur sveitarstjóra að boða til fundar með þingmanni kjördæmisins til þess að fara yfir málefni sveitarfélagsins þar á meðal vegaframkvæmdir. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Nú 13. liður á dagskrá í dag. Þar lagt fram bréf frá Markaðsstofu Norðurlands frá 19. júní síðastliðnum. Þar sem fram kemur að árið 2018 hafi verið fyrst gerð áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland þar sem unnið var stöðumat ásamt forgangsröðun verkefna og hefur svo áætlun verið uppfærð tvisvar. Nú hafin vinna við gerð nýrrar 3 ára áætlunar og óskaðar eftir því við Þingeyjarsveit að forgangsraða 5 mikilvægustu uppbyggingaverkefnum í sveitarfélaginu á næsta ári. Skilafrestur til 1. september næstkomandi. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. 5. Hvar eigum við eiginlega að byrja? Af nógu að taka. Við náttúrulega erum, eins og við vitum, landmesta sveitarfélag landsins og áfangastaðirnir eru náttúrulega óteljandi. Þannig að þetta stórt verkefni og við erum búum að mörgum perlum. Þannig að verkefnið flókið og ég held að niðurstaðan verði auðvitað að senda inn talsvert fleiri en 5 tillögur. Þetta skiptir auðvitað líka miklu máli þegar kemur að til dæmis framkvæmdasjóða ferðamannastaða sem við þurfum að vera bara skilvirki í að sækja í og byggja upp okkar og vernda okkar dýrmætu perlur. Að þessu sögðu þá myndi ég líka gera tillögu að vísa þessu til Mývatnsstofu sem hefur auðvitað mjög staðgóða þekking á áfangastöðum á svæðinu og tækjum þetta svo bara aftur fyrir eftir sumarleyfi og gerðum tillögu til markaðsstofunar þessa helstu staði og sérstaklega í samhengi þess hvaða staðir þarfnast svona verndar og uppbyggingar til dæmis framkvæmdasjóði ferðamannastaða. En að nóg að taka. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk, já það er rétt, það er á nógu að taka og Mývatnsstofa prýðis vettvangur fyrir þetta með sína þekkingu á ferðaþjónustunni og auðvitað ættum við að kalla eftir kannski bara almennt eftir tillögum því að þetta er gríðarleg margir staðir sem kom til greina og spurning hvort ættum að setja gjaldhlið bara á Mývatnssveit sem slíka fjármagna með því vegagerðina, ég veit ekki. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Það kom fram tillaga, ég legg fram sem að við,
framlögð er tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að kalla eftir umsögn frá Mývatnsstofu forgangsröðun verkefna á áfangastaðaáætlun og við tökum þá síðan málið upp aftur á fundi eftir sumarleyfi. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fjórtándu liður á dagskrá í dag er Mývatnsstofa þjónustusamningur. Það eru lagður fram drög að endurnýjuðum þjónustusamningi við Mývatnsstofu EHF og orðið er laust. Ulla Árdal, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætlaði bara að vekja athygli á mögulegu vanhæfi þar sem ég er starfsmaður Mývatnsstofu. Ulla hefur vakið athygli á mögulegu vanhæfi. Þeir sem að telja Ullu vanhæfa sem starfsmann Mývatnsstofu vinsamlega skefið merki. Og það er enginn sem telur hana vanhæfa, enda er hún starfsmaður. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnhildur? Takk oddviti. Ég vil vekja athygli á mögulegu vanhæfi þar sem ég er stjórnarformaður og aðili máls hér. Þeir sem að telja Ragnhildi vanhæfa, hún er stjórnarformaður Mývatnsstofu og aðili máls, gefið merki. Og menn eru sammála því að Ragnhildur sé vanhæf til að fjalla málið. Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég óska eftir því að sveitarstjórn taki afstöðu til hæfis míns til afgreiðslu þessa máls og þátttöku í því, þar sem ég er stjórnarmaður í Mývatnsstofu. Þeir sem meta Arnór vanhæfan til að fjalla málið, vinsamlega skefið merki, hann er stjórnarmaður og það er enginn sem telur svo, þannig að þá vindum við okkur í, mér fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið. Knútur, gjörðu svo vel. Ég tek heilsugar undir þetta samkomulag sem er í skoðun hérna, og ég er spenntur fyrir því að Mývatnsstofa geti þjónustað okkur á einhvern hátt með það sem snýr að kynningu sveitarfélagsins og þetta er svona ákveðin sérfræði þekking sem við getum sótt þarna í. Takk fyrir. Með leyfi var oddvita, þá vil ég lýsa ánægju minni líka með þennan þjónustusamning. Það er þannig að gömlu sveitarfélögin, Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit, hafa verið með þjónustusamninga við Mývatnsstofu í fjölmörg ár og núna er stefnt að því að Mývatnsstofa stefnir að því að fara í þá vinnu að kanna hvernig Mývatnsstofa getur orðið Þingeyjarsveit sem sveitarfélagi að liði og ég tel þetta að vera mjög spennandi verkefni. Við erum hérna með sérfræðinga í kynningamálum og tel að þetta geti hentað okkur afskaplega vel og í rauninni hagur beggja aðila. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Nú lögðu fram þá eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að þjónustusamningi við Mývatnsstofu. Í fjárhagsáætlun ársins er gert ráð fyrir fjárframlagi til Mývatnsstofu. Nýr þjónustusamningur felur í sér hækkun að upp að 1,5 milljónir króna frá núgildandi fjárhagsáætlun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að leggja fram viðauka við fjárhagsáætlun 2023 að upphæð 1,5 milljón króna sem fjármagnað verði af handbæru fé
og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun gefið merki það og það er samþykkt samhljóða. Og já, nú Ragnhildur vék að fundi klukkan 14:02, er það ekki rétt? 14:07 og hún mætir aftur til fundar klukkan 14:10. Já, Ragnhildur er mætt aftur og klukkan er 14:10. Næsta dagskrá er 15. dagskrárliður og þar eru lagðar fram til kynningar fundargerðir stjórnar Norðurorku, fundargerð 280. og 7. fundar stjórnar. Einhver sem vill taka til máls undir þeim lið, svo er ekki. 16. liður á dagskrá, þar er lögð fram til kynningar fundargerð 53. fundar, 51. fundar stjórnar SSNE ásamt kynningu á gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Einhver sem vill taka til máls, og svo er ekki. Sautjándi liður á dagskrá, það verður sumarleyfi sveitarstjórnar. Lagt er til að sveitarstjórn felli niður, lagt er til að niðurfalli fundur sveitarstjórnar í júlí vegna sumarleyfa. Fyrsti fundur eftir sumarleyfi verði 24. ágúst. Nú orðið er laust ef einhver vill tjá sig. Svo er ekki, allir orðnir bara langþreyttir og vilja komast í frí. Þá legg ég til að eftirfarandi bókun verði samþykkt að sveitarstjórn verði í sumarfríi frá 6. júlí til 24. ágúst. Og þeir sem að samþykja það, vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Já, frá 7. júlí afsakið, það er leiðrétting á bókun, sveitarstjórn verður í sumarleyfi frá 7. júlí til 24. ágúst. Þá þurfum við að taka örstutt fundarhlé.
Við erum hér komin aftur eftir hlé og tökum fyrir síðasta dagskrárliðin í dag sem er númer 18 og varðar byggðarráð. Í ljósi samþykktar innviðaráðuneytisins breytingu á samþykktum stjórn og fundarskap Þingeyjarsveitar er kosið í byggðarráð til 1 árs. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá er lögð fram tillaga að aðalmenn í byggðarráði til 1 árs verði Gerður Sigtryggsdóttir formaður, Knútur Emil Jónasson varaformaður, Jóna Björg Hlöðversdóttir. Þeir sem geta samþykkt aðalmenn í byggðarráði samkvæmt þessu gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Einnig er lögð fram tillaga að varamenn í byggðarráði til 1 árs verði Eyþór Kári Ingólfsson, Haraldur Bóasson og Arnór Benónísson. Og þeir sem að geta samþykkt vinsamlega gefið merki, það er samþykkt samhljóða. Nú þá er dagskráin tæmd í dag, ég þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið.